Suður í Garði hefur nýlega verið lokið við að gera upp rúmlega 70 ára gamla bifreið sem hefur verið í sömu fjölskyldunni alla tíð. Við hittum einn gamlan og góðan, 93 ára Guðna Ingimundarson sem tengist aðeins bifreiðinni. Við fengum söguna og fengum að kíkja eitt rúnt. Guðni Ingimundarson keypti happdrættismiða hjá SIBS fyrir 70 árum og gaf Sigurjóni dóttur sinni sem þá var 3 ára. Heppni var með þeim því þau unnu nýjan Renault Juva Quattro. Bíllinn hefur eigu fjölskylduna síðan þá og undanfari misseri hefur Ásgeir Hjálmarsson, eiginmaður Sigurjónu, gert bílinn upp og hann hinn glæsilegasti. Við kíktum í braggann til Ásgeirs á dögunum og hittum þar fyrir Guðna sem oft kenndur við Garðstaði. Guðni var að rífa hermannabragga á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli árið 1946 og leiðinni tilbaka þurfti hann að koma við á skrifstofu til að fá leyfi til að fara út af vellinum. Þar voru stúlkur að selja happdrættismiðana og keypti hann 2, einn fyrir sig og einn fyrir eiginkonu sína. Þeim miðum stakk hann í veskið. Og svo náttúrulega fékk ég mína pappíra og fór bara út. En þá tók ég til að mér fannst ég að binda betur drasli sem ég var á bílnum úti. Svo ég fór eitthvað að gjóa því og þá kemur einn stúlkan til mér og segir við mig nú er ég bara einn með eftir, heldur þú kaupir hann ekki að mér? Þá var ég búinn með heftið. Ég veit ekki, það var eitthvað svona, svo ég segi hvað þá leið sko, nei, það er ég var fullt af þessu heima og það er nóg. Og þá segir hún, ég hefði átt svona mikið heima, þá munur ekkert að bæta inn á við. Þriðja miðanum, sem ætlaði var Sigurjónu, stakk Guðni svo í brjóstvassan og vinningurinn kom á þann miða. Fyrir 70 árum síðan voru aðeins örfáir fólksbílar í Garði, 3 eða 4, og var Guðni því oft kallaður til þegar fólk þurfti á bíl að halda. Stórum var sérstaklega duglegur í snjó, ég man aldrei eftir því og var svolítið hissa á því. Það kom fyrir oft að leigubílstjórar á Aðalsteini í Keflavík að þeir hringdu suður til mín og búið með að sækja farþega því að þeir treystu ekki út á snjó í lirunni. Og Renault flög yfir þetta bara að fá nú mikla ferðamann að þá flög hann yfir þetta allt saman. Ég var rígmontinn á honum. Það var sérstaklega duglegur bíll, ekki burður henni mér fannst að vera upp á því. Ásgeir tengdasonur Guðna hefur varið mörgum klukkutímum í endurgerð bílsins sem nú hefur verið skráður á nafn Sigurjónu sem vann hann í happdrættinu fyrir 70 árum. Bílar af þessari tegund voru nokkuð algengir á Íslandi miðja síðustu öld og segir sagan að þeir hafi jafnvel verið 350 talsins. Fyrir misskilning voru í einni sendingunni sendir 195 bílar til landsins en umboðið hafði aðeins leyfi til að flytja en 4. Ríkið gerði bílana því upptaka og voru þeir geymdir við bæinn Haga í Vesturbæ Reykjavíkur og eftir það kallaðir Hagamýsnar. Þessi hérna hefur þó alltaf verið kallaður tíkallinn því happdrættismiðinn góði kostaði 10 krónur. Ég man alltaf þegar ég kom, þegar ég sótti hann í Reykjavík og náttúrulega keyrði þetta söður og svo fyrir að skoða þetta þegar ég kom heim og mér fannst þetta eitthvað svo grannt allt og veigalítið og ég bara man alltaf eftir því. Ég var alveg ákveðinn í því þegar að framlögu stundir og þá myndi ég keyra þetta bara, ég myndi fara í stefnuferð og ég ætlaði bara að keyra hann þangað til hann var búinn. Sko, þar sem hann stoppaði þá bara myndi ég skilja hann eftir. Sérstaklega þegar maður fór að hugsa hvað þetta kostar svo lítið. En mér fannst þetta að vera eitthvað svo mikið grannt og vegalítið að ég taldi þetta bara alveg sjálfsagt að keyra þetta bara út í einni ferð. En hann skilaði mér heim aftur á okkur. Ég man það fyrsta ferði sem ég fór og það var ég held eftir á Þingvoll, ég held það. Og ég minnir það. Og svo fór ég hingað og þarna náttúrulega austur allar sveitir
og ég held lengst, ég man að þetta var norðurleiðinni, einhvern tíma fór ég vestur í Dali. Guðni er heiðursborgari í Garði. Starfsævin hans var löng og átt hann kranabíl og búnað sem hann beitti á mikilli lagni við ýmsar framkvæmdir á Suðurnesjum. Vélasafn hans er nú varðveitt hjá byggðasafninu í Garði. Það er alveg óhætt að titla Guðna sem vélasérfræðing. Sjónin hefur daprast með árunum en hann hefur engu gleymt lögun vélarúmsins í tíkallinum.